fjárfestingar og fjárfestingaumhverfi hefur yfir sér töluverðan elítubrag og það ekkert skrítið að þorri almennings upplifa það þannig. Þetta eitthvað sem við tengjum við einhvern klúbb, sér útvalina, jakkafetta klædra bankastarfsmanna eða fólk sem spila golf saman hefur aðgengi að einhverjum sérstökum upplýsingum og sérþekking og svona exclusivitet þegar kemur að upplýsingum og þekkingu eitthvað sem við tengjum mjög mikið við þennan heim og það ekkert skrítið að því ég held að í gegnum tíðina hafa þetta verið mjög mikið þannig en hins vegar eru tímarnir að breytast og við sjáum það líka svo vítt yfir sviðið. Ég sjálfur til dæmis lærður lögfræðingur og þegar ég útskrifaðist fyrir tæpum 20 árum síðan þá var lögfræðið ennþá gríðarlega mikið sérþekking og það hafði mikið yfir sér hann elítubrag og eitthvað exclusive þekking og bara á þessum 18 árum sem liðin síðan ég útskrifaðist sem lögfræðingur hefur séð mjög mikla breytingu, mjög mikla demokratiseringu á lögfræðilegri þekkingu sem mjög jákvætt ferli. Fólk getur öðlast þessa þekkingu. Það bara léttara að googla hluti, það léttara að spurja einhverja. Núna með gervigreind þá til dæmis mjög mikið transformation að fara að eiga sér stað á því sviði og sviði lögfræði og þetta verður til einhver svona ákveðin sérhæfð þekking þar og þegar það kemur að ákveðin þjónustu þá þarftu að leita sérþekkingar. En það hefur farið fram svona valdefling almennings á þessu sviði og mörgum öðrum sviðum og núna svolítið komið að þessu fjármálaumhverfi og við finnum það ákveðin hópi fólks, bara ungs fólk sem ekki alltaf búið að læra í háskóla en eitt annað en hefur bara gríðarlegan áhuga á að byggja sér upp þekkingu, búa til einhver plön til framtíðar. Það getur öðlast þessa þekkingu. Það verður sér út þessa þekkingu og við viljum vinna með þessu trendi. Við viljum hjálpa til við þetta trend að við trúum því að þessi lýðræðisvæðing, að valdefling almennings og sviði fjárfestinga sé ekkert nema jákvæð.